ætlum að ræða andleg mál. Ég var í bílnum á leiðinni frá Mývatnssveit Reykjavíkur á sunnudag og hafa þáttur í Ríkisútvarpinu trúmál og rætt við kaþólska nunnu og þar hélt dagskrárgerðarkonan því fram að það væri meiri trúaráhugi núna og meiri svona leit eftir andlegu fóðri heldur en nokkurt skeið og ég samsamaði mig þessu í mínu eigin hjarta. Mér hefur fundist það í kringum mig að hvað sem maður að ræða við ungt fólk eða jafnaldra að það sé svona minna feimnismál að ræða þessa leit og trúna og þessi mál og ég hafði samband við hann Svein Valgeirsson sem sóknarprestur Dómkirkjunnar og hann komin hingað að rauða borðinu til þess að svara nokkrum spurningum. Vertu velkominn, Sveinn. Þakka þér fyrir. Sko, ég ætla að byrja á því að spyrja þig, þú fæddur 66. Já. Hvað leiddi þig að guðfræðinni? Á hverju ert þú prestur í dag? Ég held að það er bara fyrir forsjón herrans að ég orðinn prestur. Já. En þegar ég byrjaði þá var hann ekkert endilega af eintómu trúaráhuga. Nei. Ég hafði gaman af fornmálum. Ég var í fornmáladeild í menntaskólanum og sem ég skilst að sé í útrýmingarhættunni, vona þó ekki. Já, og ertu með mikla tilfinningar gagnvart því? Já, ég myndi ekki vænt latínu og grísku. Já, ég trúi því. Og fornfræðin. Maður sem kennur þetta? Ég snertaði örlítið, það rétt. Þannig að það var svona, við getum sagt að það var forvitni. Ég vissi að ég fengi að læra gömlumálin, hebresku og grísku og fara yfir siðfræði og kirkjusögu og trúfræði og meira sér liturgiska söngfræði sem að ég sá auglista og sagði, já, þetta verið áhugavert. Það var tómt feikt. Já. Ég var lengi í deildinni, ég var 9 ár já. Og reynda tók með fram þessu latínu og grísku og þjóðfræði og meira sér kurs í arabísku, það var hebresku mér það, sko. Þetta alveg menntun. Já, það var gaman að þessu, sko. Á þessum tíma þá var maður svo ábyrgðarlaus að manni finnst maður geta verið endalaust í skólanum og ef ég hef ekki kynst konu minni, þá var ég ábyggilega ennþá í deildinni og ekki útskrifaður ennþá. Já. En þetta var það sem leiddi mig og ég var semst lengi, eins og ég segi, ég var í 9 ár. Já. Vann auðvitað með eins og allir gera þessum tíma og vann semst upp á Arnarholti á geðdeildinni þar. Já. Og síðan bara gerist eitthvað á öllum þessum tíma. Já. Maður fær að hugsa og íhuga og iðka. Það má ekkert gera lítið úr því að sko það að vaksa andlega það kostar iðkun og gerist ekki bara sjálfur sér. Einmitt. Þetta svolítið svipað eins og að ef þú ætlar að taka 100 bekk þá þarftu líka að gera armbýður, skilurðu. Maður þarf að æfa sig, sko. Já. Og þannig ég fór þessa leið, ég var í deildinni æði tíma og hafði svona fræða áhuga en svo þegar ég var búið með deildina þá hafði það svolítið runnið sitt skeið, alltaf sá áhugi og ég fór út á land, var á Tálknafirði, 13 ár og tók reynda sabbatar á millitíðinni, fór það til Toronto og las kirkjufeður. Þannig að fræðapasturinn hefur alltaf heillað mig líka í sambandi við þetta, sambandi við prestskapinn og það eins og segir í vígsluheitinu við vissulega að vitja sjúkra og hugga og styrkja og allt það, en líka rannsaka ritningarnar. Þannig að ég reyndi að gera það aðeins líka. Já. Það svo góðu punktur hjá þér. Þið prestar náttúrulega þrautþjálfaðir í þessari hugsun og vissu að maður þarf að æfa sig til þess að ná kannski andlegum friði, skilningi, sátt eða hverju sem maður að leita. Já. Það er ábyggilega svipað og margir þessum stunda íhugun, hvort sem þetta er jóga eða eitthvað annað. Þetta er oft erfitt ferðalag og þetta kostar aga og að maður svona sinni og þess vegna ágætt að hafa ákveð form á hlutunum. Við hittumst nokkur oft niður í kirkju á mótnana. 9:15 þá syngjum við tíðasöng sem er óskaplega gott. Þetta er svona, einhverjir kalla þetta munkagaul, þetta er bara gregorsku söngur og það sem að Davíðssálmar eru sungnir og gera það svona til skiptis, þetta tekur korter og þetta er ákveðin iðkun. Alveg rétt eins og að þetta fara með bænirnar á kvöldin er ákveðin iðkun líka. Og það að mæta í samfélag annara sem að er að sinna svipuðu, sko.
Og það skiptir kannski ekki öllu máli hvort Guð til eða ekki. Ef þú trúir því að hann sé til og þú ert með einhverja ritúala þarna í kringu þig sem gera líf þitt betra, þá skiptir það ekki höfumáli. Mér finnst það að skipta máli sér til. Ég fenn að segja það. Þú efast ekki til það? Nei, ekki gram sko. En reyndar talandum efan, þá efi partur líka af trúar þroskan. Það má ekki glemma því ef maður heldur alltaf barnatrúni sem falleg og góð, að þá ertu bara þar. En mér finnst það ágætt að minna það sem Páll Póstuli sagði í Kærleiksóðunum, að þegar ég var barn talaði eins og barn og hugsaði eins og barn, svo gerist maður fulltíða og segir svo, ég skil ekki allt núna, nú sé ég í skuggsjá. Það kemur að því að maður sér skýrt og gjörð og mun þekking sem það gjörþekktur orðin. Það að segja þegar þessari hulur svift. Gaman að nefna þetta sko, hvort hann til eða ekki og hvort hann að nálgast hann sko. Ég trúi því að það sé hægt og finn það alveg. En til dæmis Fíló frá Alexandríu sem var gyðinglegur mystíker, mér minnir að hann hafi eitthvað tímann talað það sko í íhuguninni og bæninu og þessari andlegu iðkun, að það að íhuga Guð og reyna að koma snær, það svolítið svipað og þegar Móse gekk á fjallið, manstu, þessi glataði gæt sem að ráfaði meðmörkin í 40 ár með fólkið. Hann fer á fjallið til að hitta Guð. Og eins og Fíló lýsir í þá segir hann það var bjart neðst, en eftir því sem hann kom nær að þá fór svona aðeins að þykna, það var skýjað, fyrst láskjað á láþúkublettir ekki, og svo þéttist í raun og veru þokan og myrkrið og eftir því sem hann kemst nær honum þeim skarpar eru skilin og erfiðar að taka þetta litla skref og komast að sem að sjálfsveginn fær ekki nema bara fyrir náð. Nei. Í þínum huga sama sem merkja milli trúar og vonar? Já, maður trúar og einmitt trúin von, vissulega, hún fleira, hún líka traust og en vonin bundin trúnni. Trú, von og kærleikur, hann talaði með þetta þrennt Póstulinn sko og þetta hangir allt saman. Og náttúrulega þetta með kærleikan sko, þetta allt frekar glata ef maður fær ekki að elska og fær ekki að ylka kærleika. Þetta gaman að því að Ágústínus talar eitthvað þetta í held að sé í Guðsríkinu, þetta Civitate Dei, að þá hann var einu svona hvattur af akademikarunum að efast eigin tilvist og þetta kannski eitthvað sem allir sem annarkvort hafa lent í krísu eða íhugað eigin tilvist lendi og segja, þetta ekki allt saman bara blekking? Sem ég vissum að við tveir sko íhugum okkur einasta degi. Ég ger það gjarnan. Hver á þessu hönd? Hvað ég að gera hérna? Hvað ég að gera hér? Hvort ég komið að fara? Er ég ekki ógætt í góðs? Já, nákvæmlega. En allavega hann talar þetta sko. Ok, ég skal velta því fyrir mig hvort að ég sé til í alvörunni. En ef ég ef ég að velta þessu fyrir mér og mér skjáttlast í því að ég sé til, þá það ég sem að feila, ekki einhver annar. Og þar af leiðandi ég til. Þetta náttúrulega Descartes sem að hann hyrðir þennan frasa 1000 ára seinna. En svo, það sem að mér finnst mikilvægur það að Ágústínus segir svo en þetta skiptir ekkert öllu máli ef ég fæ ekki að elska. Ef að elska Guð sem kemur til mín fær ekki að skína áfram í því sem ég gerir fyrir annað fólk. Þannig að sko, þú getur setið svo kross að Guð og maður og maður til sko, en svo það þvertríð því samfélagslega. Hvernig þú tekur þetta samband sem þú hefur við Guð og breiðir það út til annarra sko. Já. Ég nota stundum þið persónulega til að fjalla samfélagsmál og ég læriði biblíusögur, kristinfræði hjá presti, Styrmi Jáseit og ég fekk alltaf 10 nema stundu gaf mér 11. Já, ég hafði mjög mikinn áhuga á því sem ég var að lesa og það var mjög mikil svona heimspekileg umræða í kennslustundunum. Þetta var 2 í viku, klukkan 10 á miðvikudagsmorgnum og klukkan 11 á föstudögum. Ég man stundaskrána mín og hún var óbreytt á milli ára. Og á þeim árum þá maður býr þarna af skekkt og svolítið einangraði í þessu kyrrláta sveita samfélagi sem að breytast. Iðnbyltingin kom mjög seint í Mjóasveitina en hún náttúrulega komin með Kröfluvirkjun, Kísiliðunni og öllu nýja fólkinu sem kemur og svona. Og þarna kirkjuna svona alveg höfuðstóð
biblíukensla eða biblíufræði, kristinfræði, þetta stór hluti af skólastarfinu. Við sungum mikið, þegar þú varst að tala músíkina. Leikritin skiptu mjög miklu máli og öll þessi svona, allur ryþmi skólans, hann var náttúrulega tengdur að einhverju leyti þessu móðurskipi sem trúin var. Svo eins og gengur. Flytur maður að heiman, maður fyrir menntaskóla, maður lendir í lífsólgu sjó og maður freyjast eðlilega og allt samfélagið tekur breytingum. Og svo höfum við núna síðustu áratugi orðið vitna að því að ég heldur verðum að nefna biskupsmálið sem dæmi svona hjarðflótta út úr þjóðkirkjunni en veröldin verður líka bara svona að einhverju leyti upplýstari, rökrædni, veraldlegri eða hvað ég á að segja, það verður svona erfiðara. Þetta algjörlega úr tísku að vera trúaður. Þannig hef ég upplifað þetta, svo ég fari mjög hratt yfir flókna sögu. Og svo einhvern veginn man ég eftir bara hellingafréttum þar sem að kirkjan ásvöldið í vök að verjast, starf grunnskólanna áður tengt kirkjunni verður að litlu eða engu. Fyrr en bara á allra síðustu misserum eða árum. Þá upplifi ég að trúmál, eins og ég held ég hafi kallað áðan, fari að komast aðeins meir í tísku, umburðarlyndi gagnvart trú og leit gagnvart trú sé að aukast, fordómar gagnvart trú sé aðeins á undanhaldi. Myndirðu segja að þetta væri réttur söguskilningur hjá mér, þessi yfirferð, eða tengir þú sjálfur við þessa samfélagslýsingu eins og ég lýsinni? Já, mörgur leyti ger ég það og mér finnst, eins og þú segir síðustu misseri, þetta var nú komið í gang fyrir nokkru finnst mér, en ég sé ekki lengur svona þessa hörðu afstöðu svo víða eins og var á móti kristninni. Það var bara nánast ég hvernig að segja þetta, ávísinu þá var ég fáið til þú treðir á Guð og ég veit ekki hvað maður lenti oft í partíum í gamla daga að útskýra fyrir fólki að sköpunarsagan gerist ekki í alvörunni, ekki lýst svona og syndafallsagan á Adam og Eva, trúir Adam og Eva hafi verið til? Nei, ég gerði það ekki. Ég trúi því að ég sé að Adam og Eva eru fyrirtaks bara prototípur fyrir akkur maðurinn að finnst það sem hann er. Og það merkingin, þetta tilvistarleg saga en ekki sagfræðileg. Og fiskarnir og brauðið hjá Jesú kannski fyrst og fremst dæmisaga eða hvað, ég menna. Sennilega, var útilokkar í kraftaverk, en það er hægt að, maður verður að geta lesið ritninguna með aðeins meiri andagift heldur en það er lest IKEA-bæklingin. Svo hann getur nú reynt á þolrifin í snátt, ég neita því ekki. En þessar sögur allar og svo líka sem er nokkuð oft erfitt og ég skil alveg að þú tekur alla ritningun eins og hann er og pikkur út versin að þá eru staðir sem eru erfiðir og illskiljanlegir og festaði við þá bara gerir það. En ég sé miklu fleira í henni sem er til vitnisburðar bara elsku Guðs til mannana og það þarf að geta skralla frá þetta samfélagslega, hvað maður að kalla þetta, brutalitet reynilega, eins og var í gömlu samfélagunum og Jesús það reynir að þetta á Jesú að þegar hann koma með hórsökukonuna til hans og þá mannstu til þess að sögu, þá lítur hann fram og að skrifa með fingrunum í sandinn það kannski var með prík, það segir ekki alveg og þeir koma með hana og segja lögmáli segir að þið grýta svona konu var staðin að hjúskapabróti hvað segir þú? Og hann lítur upp og segir ok, sá sem er syndlaus má byrja og þeir voru þó menn til þess að sleppa steinunum og fara og það var svo merkilegt að hann að skrifa í sandin og þetta er eina sem er vottfest að Kristur hafa nokkuð tíma skrifað eins forgengilegt og það nú og ég vil gjarna líta þannig á að hann sé að skrifa sekt konunar í sandin sem bara svo afmæst skilur en alltaf segir hann farðu og sendið ekki framar skilur, þannig hann að ganga á móti því sem hafi verið kennt áður skilur og kennsla Krists hún gengur ekkert upp í smáborgarlegu siðgæði þess tíma sem var þetta að grýta bersundu og útiloka holdsveika og etc. Já, þarna rúmast náttúrulega í einni sögu alveg gríðarlega mikil og afhjúpandi sannindi okkur sjálf. Já.
eins og svo víða og það svona, ég fann fyrir ákveðnum söknuði sko, svona þegar þetta ég held ég sé með einhverja barnatrú ennþá sko, ég veit það ekki mér veist ég aldrei sami maður 2 daga í röð, ég veit ekkert hver vaknar sko, í fyrramálið okay. Ég er svona einn að heim en ég upplifi ákveðin svona feginleika af því að bursi frá trúnni þá reyni ég að líta á mig sem andlega veru og ég upplifi ákveðin feginleika að það sé hægt að setja andlega umræðu á dagskrá núna eftir svolítið magra tíma sem stóðu yfir dálítið lengi. Hver er þín skýring áður við förum í samtíman og hvað hefur breyst núna? Hver er svona þín skýring á því að það hallaði, ég vil bara segja hratt undir fæti hjá þjóðkirkjunni nokkuð lengi? Það eru nokkrar. Ég held að tölvöld það byrjað með biskupsmálinu eins og þú segir. Og kannski kemur líka eitthvað óþolgagvart skipulögum trúarbrögðum líka. Ég með svo tölum að það var nú gjarnan litið þannig á að sko, einmitt þetta að vera kristinn að það var ekki meint greindarlegt. Nei. Að þetta væri merkjum að menn væri einfaldir og litur segja sig hvað sem sko. Já, og það dugði ekkert að segja þeim að sælir væru einfaldir. Nei, þar fyrir utan. En svo hefur og kannski, ég vil ekki segja að það verið bundi við vinstri menn, sko, en það var gjarna var það, sko. Þess vegna er svo yndislega hressandi að lesa Jóhannes úr Kötlum, sem var stórkostlega flott trúarskáld líka. Og það er margt og tíðarandinn og svo var tíðarandinn einhvern veginn líka þannig að með vísindum og þekkingu og tækni að þá var alltaf að vera að ýta Guði svona aðeins út á jaðarinn sko, að pláss fyrir hann sko í staðin fyrir að hann sé einhvern veginn hvað maður að segja gegn sýrandi og undir allstæða sko. Það er líka vandi að myndirnar af Guði sem við gerum, þær eru stundum fyrir Guði að sko Guðfræðingur Pól Tillich talaði þetta að það er sko að það er myndir sem við gerum okkur ánum hann á að vera svona típusveit dæmi með skeggjaði kallinn að í hvítaslopnum sko hann á að vera svona sko og Guð er bara eins og þessi Guð í Gamla testamentinu sem er alltaf að ljósta og straffa og svo framvegis sko. Þetta eru einhverja myndir sem gera sér ofta og stundum þær bara fyrir og má sjá mann ekki endilega og kannski eiga mann heldur ekkert að sjá ég veit ekki, en þá sjá mann ekkert endilega þann Guð sem þarna á bakvið og kannski var Kristur að reyna að draga þann Guð fram í sinni kennslu. Já, kannski svo náttúrulega hefur grafið undan stofnunum frjálshyggja náttúrulega leitið til þess það mætti eins halda fram að marxískur feminismi hafi líka verið ákveðin ógn við þessar hugmyndir, þetta er svona gamalt stöf og þannig að það hefur og svo sko á einhverju tímabili þá varð umræðan þetta væri bara öfga hægri brjálæðingar sko sem væru aðlast trú og margir óttuðust þá að ganga sömu götu vegna þeirrar merkingar eða stemplunar en núna finnst manni eins og að hver og einn hafi rými til að hafa sínar hugmyndir í þessum efnum án þess að lenda í einhvers konar aðkasti. Já, og ég nú stundum sagt að eða gjarnan hreinlega, mér finnst ég sjá það bara árgang eftir árgang hjá fermingarbörnum að maður hugsar heimur batnandi fyrr og ef maður svona reyna að bera þetta saman við maður eigin börn og það sem maður sér í kringu sig að þá má vera að sumurleiti hafi svona verklegri kunnáttu rakaður og dugnaði og það pína sig áfram sem var kannski ekki alltaf endilega gott en hlutir eins og víðsýni og umbúralindi og taka fólk inn og gefa fólki séns á að vera þau sem þau eru það hefur batnað stórkostlega frá minni kynslóð til dæmis. Þú ert að segja internetið sé ekki alls slæmt. Nei, það gutlar stundum á því þannig séð en ég meina, ég sé þetta þannig sko. En það skýringarnir eru vafa lítið margar á hverju þessi dífa kemur og svo þekkir maður það líka
að það kemur, ég sé ekki bylting og gagbylting, en hérna hlutinni breytast, það gengur svona í bylgjum og hérna og það sem að ég meina, við erum að fá töluvert af fermingabörnum alltaf nokkur hverju einasta ári sem að vilja láta skýrast en voru ekki skýrð sem börna því að foreldrarnir vildu það ekki á þeim tíma. Oft vegna þess að þau vildu bara leyfa þeim að velja þetta sjálf. Fleiri núna heldur en fyrir 10 árum. Já, ég finnst það. Og eru fleiri gestir í kirkjunum við messur? Gjarnan það. Það er við búum við svolítið erfiðan kost í dómkirkjunni að það eru svo vant með bílastæði að fólk veira sig að koma neyrir. En hérna, mér finnst ég sjá aukningu. Náttúrulega COVID fór líka illa með mjög marga kirkjur og þá bæði bara fyrir að dó fólk og svo náttúrulega hægt að koma og hérna en ég að sjá töluvert af nýjum andlitum líka, yngra fólki og hérna og almennt meiri áhuga bara. Mér finnst ég geta tekið undir þetta því að ég sæk stundu kirkjur vegna tónlistarinnar sem flutt í kirkjum og stundum ég að fylgja einhverjum sem að spila músík einhver staðar og ég sé fleiri í kirkjunum í ýmsum sóknum sem ég hef heimsótt núna heldur en dálítið skeið held ég og hérna og ég held að margir aðrir prestar en þú hérna haldi því á lofti og það sé svona einhver hreyfing, einhver vakning en eitt af því sem að maður velti fyrir sér sko hvort það svona núna nokkuð, hvort það geti verið hamfara kvíðin, óttinn við heimsendi sem að hérna, við náttúrulega erum að lifa núna ansi ótrygga tíma og ætli það geti verið ein ástæðan að við, ég vil ekki segja neyðumst, heldur við trúum því að það sé gott að leita skjóls í andlegum málum eins og trúnni af því að framtíðin sé viðsjárverð, ótrygg, allt það. Það er ekkert fráleitt. Ég held að það geti alveg hérna verið ein skýringin. Ég er ekki viss með að þetta sé svo eina. En hún vafalítið sko mjög mikilvæg. Ég velti líka einu fyrir mér og það er ekkert endilega að vera rétt. Að hérna að þessi hann stundu talaði um alla þessum ungu drengi sem menn sem að koma í kirkjuna. Var ekki kallað Church Bro og Bible Bros og hvað þetta heitir allt hérna, að þessi áhugi meiri ég upplifir sumpart að þeir sé að leita að þeir og margir aðrir sé að leita eitthvað sem menn sjá að hafi virkað í 2000 ár að í heimi sem svolítið rótlaus og hérna og ismarnir út allt og meira þess að maður komið þangað að þeir skipta engu máli og hérna menn ekki einu sinna festa sig á ideológíur eins og var í gamla daga að þá séu menn að leita margir hverjir að niðaldana einhverju sem virkaði og veit að hérna þó þekki ekki nákvæmlega en þá virðist eins og það hefði hjálpað fólki hérna áður fyrr að hérna að leita þangað og það sko mér finnst stórkostlegu kostur í þjóðkirkjunni hvað rúmar smart þar innan þú getur farið milli svefnuða og til dæmis helgihaldið mismunandi áherslur þeir sem það tala eru stundum mismunandi þó að meginlína sé nokkuð skýr en hérna nálganir og þetta sko að það sé rúm fyrir alla og ég sé sumstar þá ásókn í ásókn, já, við getum kallað það en svona þrá eitthvað sem hefur virkað í alla þennan tíma og hérna og hefur svona kjölfestu. Já, sko íslenska kristnin sennilega eins umburðarlynd og kirkja getur orðið eða eitthvað? Já, ég vona það, þess að týna sjálfur sér að því að hérna En nú kom það eins og löðrungur framan í andlit margra fyrir nokkrum dögum þegar við heyrðum afstöðu kaþólsku kirkjunnar eða biskupsins hér á Íslandi. Já, kanslarans, ég meina það. Já. Sem að virðist styðja bælingar hjá okkur ef við finnum fyrir samkynhneigð eða einhverju svoleiðis og hérna mörgum fannst þetta bara aftan úr svörtustu forneskju og hrukku svolítið við. En á hinn bóginn þá þetta líka kannski til marks það að við höfum bara ekki gefið gaum að þessum málum ansi lengi, bara eins og
að trúarstofnanirnar hafi bara ekki skipt neinu máli í opinberri umræðu. Já, ertu að meina eins og hjá kaþólikkonum? Já. Og þetta ætti kannski ekki að koma öllum og óvart. Nei, og kannski að því að lúterska kirkjan íslenska komin á þann stað að sko þetta sem var svo óskaplega heitt umræðefni fyrir 20 árum að það ekki einu sinni umræðum þetta sko. Nei, og þetta algjörlega orðið bara hinn eðlilegasti hlutur, eins og maður segir. Eins og að tala hjónaband samkynhneigðra. Ég verða að játa, ég fylgdist ekki alveg nógu vel með þessari umræðu eða heyri hvað hann sagði mér. Ég er ekki viss hann hafi beint verið að tala bælingu, þannig að ég viti það. Heldur að þetta væri eitthvað sálgæsla með nættu þá bara að lifa hreinlífi í raun og veru. Er það bæling? Ég veit ekki hvort það beint verið að hvetja hann til að láta af því að vera samkynhneigður, heldur bara að ástunda það ekki. Kannski má segja þessi bæling. Já. Ég held þú sérst að skilja þetta diplomatískt, sko. Já, er það? Já, okay. Ég held það, sko. Já, en eins og ég segi, ég heyrði ekki allt sem hann sagði eða hvernig umræðin sko. Nei. Ég vona hann hafi ekki farið þangað, en hins vegar það er ekki að koma á óvart að Karls og kirkjan hefði sér viðhorf. Af því að það hefur alveg ég held að það hefði ekkert breyst að neinu marki. Reyndar með Pope Francis, ég var ekki að kalla það. Jú. Frans Páfi, að hann var mildur og við sýttum opinn og allt það, en ég er ekkert viss hann hafi ætlað að fara þessa leið heldur, sko. Hvað þá að vígja konur eða slíka hluti, sko. En svona fyrir þig, þú hefur verið að ferma áratugum saman, ekki satt? Jú, ég átti 30 ára vígsluafmæli í síðasta mánuði. Já, til hamingju. Takk fyrir það. Já, skemmtilegt. Eru aðra spurningar í dag heldur en fyrir 30 árum? Á börnunum? Nei, ég held að sé nú yfirleitt það sama, sko. Og þau láta oft þau treysta trúna, sko, og einmitt spyr hvort maður trúir þess að hinn og hvernig ber að skilja ýmsa hluti og bara förum yfir það. Og En nei, heilt yfir held ég sé ekki. Það er reyndar ein spurning sem kemur inn alltaf, sko. Hvað gerist ef ég segi nei við ferminguna? Þá máttu bara fara. Grundvallar spurning. Já, en hún alltaf er skemmtileg, sko. En sko upplifður þið ekki á kannski einhverju tímabili að þú hefðir veikara umboð í þessum athöfnum heldur en hafið verið kannski ef við förum 30 ára aftur í tíman. Var það ekki svolítið óþægileg tilfinning að vera þín megin í lífinu, í þínu djópi og finna svona áhugaleysi fleiri foreldra og kannski barnanna líka og svona, ég vil bara kalla það veikara umboð. Já, ég veit ekki. Nei, ég fann nú ekki beint fyrir því, sko. Er það ekki? Nei, og nei, ég er nú ekki, sko. Ég eins og einn kollegi mér sagði, ég bara pæklaði mína tunnu, ég bara hélt áfram að gera það sem það gerir og í raun og veru er það sama, ég meina þú leggur það er sama þjónustan fyrir 2 og 200 ef við erum að tala útvör eða messu eða þessar athafnir, sko. Þú ert að gera það sama, skiptir ekki máli hvað eru margir. Það var ein ágæti saga á forvera mínum, Jóhanni Þorkelssyni, sem var í prestur í Dómkirkjunni. Hann lendir í því einhver daginn að það kemur engil í kirkju. Það er bara hann og meðhjálparinn. Messufall, það er akkurat það sem meðhjálparinn segir. Verður ekki bara messufall, Jóhann minn, hér er enginn. Og þá segir hann, já, sá sem ég kom nú til að hitta, hann er hér. Já, vel svarað. Já, og í raun og veru, sko, þetta með messusókn og slíka hluti, það hafa allir sínar ástæður eins og eitthvað sagði, þetta vill maður fólk koma en það getur eitt og annað komið upp á. En ég held að mér finnst umboðið er í raun og veru alltaf því sama, sko, og það, ef maður er með embætti sem þýðir þjónusta, að þá þjónusta maður sama hvers eru margir, sko. Eða hver fílingurinn er að tala um það, sko, að það sé veikt umboð að fólk hafi svona ákveðin fyrirvara á því sem það gerir. Ég upplifi það aldrei. Þeir sem að koma á annað borð, þeir ganga inn í þetta samhengi. Ok. Svo hefur mér dottið í hug að það hvernig, sko, almenningur er farin að taka mál í ein hendur, samanber sorgarviðbrögð, sjálfsbrotnir hópar á jafningjagrunni. Ég missi konuna mína, það er barnið mitt. Og ég fer á fund með öðru fólki sem hefur mist maka sinn eða barnið sitt
og við ræðum okkur einhvern veginn til gagns út úr okkar krísu saman á jafningja-level. Þetta var náttúrulega ekki fyrir einhverjum áratugum, þetta svona frekar nýlegt fyrirbæri. Áður þá þurftum við svolítið að treysta á prestinn og kirkjuna í sorgarviðbrögðum og þessum prósessöllum. Þetta náttúrulega líka breyting sem að kannski, ég vil ekki segja grefur undan ykkar mikilvægi, en það hefur orðið færsla á valdi sem var inn í þjóðkirkjunni til almennings. Það er bara gott, þetta er bara almennu prestdómur. Akkurat. Og ég held að allir þessir hópar sem fólk kemur saman og deilir reynslu séu gríðarlega mikilvægir. Þetta það veit það allir sko, að það skilur mann engin nema svo sem er gengið í svipað. Og ég held að einmitt 12-sporakerfi sé algjörlega brilljant í þessu. Að þeir sem að glíma við þau vandamál sem þar eru, að þeir hitta menn sem að glíma við það sama og tala út úr þessum. Ég upplifi ekki að það grafi undan valdi pressu sem ég bara fegin og himinlifandi að menn finni bjargráð, af því að það snýst sálgæslan að koma fólki á lappirnar aftur, en maður orða það þannig að bara að vinna í sínum málum og koma heilli og sterkari persón út úr því eða vinna með það. Það er bara, og ég get sagt, við vorum með æðruleysismessur á sínum tíma í Dómkirkjunni og þar kom gjarnan einhver og sagði frá sinni reynslu og þær sögur voru svo magnaðar að ég bara misti hjálkana í kjölduna sko. Hvað þetta er sterkt og hvað þetta er öflugt samfélag, hvað orkan í þessum stundum var góð og falleg og fólk með einbeittan batavilja, eins og það heitir, og þá fekk maður færa manni heimsannir líka það hvað við nú ofta gera ýmsa hluti og hjálpa fólki sko. Það var alveg magnað. Sveinn, rétt í lokin, nýtur þér tónlist mikið til þess að finna sjálfa þig og glæða lífi tilgangi? Já. Ég hef bara oft sagt það að tónlist er farvegurins heilaga þegar best lætur og getur miðlað ákveðnum hlutum sem að talamál gerir ekki, finnst mér. Ég er nú sjálfur að gutla í músík aðeins. Já, þú spilar fleiri en eitt hljóðfæri. Já, hann er fæstur útflutnings, en það er píanó og gítar og kontrabassi. Við erum með hljómsveit sem heitir Sálmabandið. Já. Þar sem við spilum sálma og fólk syngur undir. Fólk syngur með. Við erum ekki með lead singer, heldur bara söfnir sem syngur. En það er, tónlistin er eitthvað það dásamlegasta fyrir bara í heimi. Já. Ég fer ekkert ofan að því. Ég segi stundum söguna því sem ég las í viðtali sem Matthías Jóhannesen tók við Var það Páll Ísóls? Nei, Jón Leifs. Já. Og hann, ég er nú ekki að endursegja nákvæmlega, það var einhvern veginn þannig að bókmenntir leituðust við að varpa ljósi á raunveruleikann, myndlistin lyfti veruleikanum í æðra veldi, en tónlistin er sjálfur Guð almáttugur, sagði Jón Leifs. Já, ok. Þetta mun heita skurguðadýrkur í mínum bókum. En ég skil hvað það meinar. Já, við skiljum hvað það meinar. Já, hún er fallegast í heimi og ef við erum að tala um núvitund, þá er ekkert eins mikil núvitund, þeir ekki allir að biðja hana, eins og þetta að spila tónlist og þú slærð nótuna og hún er farin og þú getur ekkert stjórnað henni meira. En þetta er mómenti, þetta er andartæk. Jónas úr Kötlum, ég nefndi hann aðeins á hann og ég fer gjarnan með vísu eða eitt ljóð úr kvæði sem hann orti mugg við útfarir. Það sem maður er að velta fyrir sér fortíð og framtíð og hvernig þetta er saminast í eitt sem er cirka svona með blóðsins dyn í brjósti við bergjum loksins hér á því sem var og verður í vitund þess sem er. Við finnum allt í einu að eilífin er hér. Konsentrerað í einu andartaki. Tónlistin er þetta. Þetta er magnað. Já. Þetta eru frábæra lokaorð. Takk fyrir komuna, Sveinn. Takk fyrir.
Og þakka ykkur kæru hlustendur og áhorfendur fyrir samfylgdina í kvöld. Við sláum þá botnin í þáttinn. Ég minni ykkur á sem ekki hafi gerst áskrifendur að samstöðinni að það hægt að styrkja okkur fyrir aðeins krónur 2750 með því að fara inn á vef samstöðurinn samstöðin.is og haka þar við áskrift ef við skrollið aðeins niður á síðunni. Og það kann sú fjárhæð mánaðarleg kann að skipta því litlu sem engu máli en getur haft allt það að segja að við getum haldið áfram að tala hér við ykkur og búa til efni fyrir ykkur í ykkar eigu. En þættinum er lokið í kvöld, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.